Hæ, Guðrún Bergmann hér. Í gær varð nýtt tungl. Það kveiknaði nýtt tungl á 7 gráðum í Nauti og það gerðist klukkan 19:31 í gærkvöldi. En ég hafði nú ekki tíma til þess að gera neitt í sambandi við kortið þá, en svo var ég að skoða kort frá hana, bandariskum stjörnuspekingi sem þetta býr í Kyrrahafinu og hún var að tala um afstöðu þar sem er náttúrulega er að hafa áhrif kannski þar en ekki þau sömu hjá okkur hérna upp á Íslandi. Svo ég rendi gegn korti til þess að skoða eins hvað væri að gerast og það er náttúrulega aðal áherslan í kortinu núna fyrir utan það að sól og tungl voru í samstöðu í nautinu í hérna gær er sko að hérna, spennuafstæðan sem er á milli Mars sem er í Ljóni og Plútó sem er í Vatnsbera og hún er 180 gráður spennuafstæða og við erum að sko Marsin er svolítið stjórnvöld og hérna eða sérstaklega þegar Marsin er í Ljóni að þá er hann svolítið stjórnvöld og þessi vilja stjórna og ráða yfir okkur og Plútó í Vatnsbera er í raun meira fólkið og það að við séum ekki að stjórna frá toppi og niður heldur að við séum að stjórna frá hérna fyrir heildina svona línulega þvert og Vatnsberinn er að fara með okkur inn í þann tíma og þess vegna er þessi spenna á milli stjórnvalda og fólksins í rauninni sem er í landinu og tunglið er náttúrulega líka mjög sterkt hana, tákn fyrir fólkið í landinu og það kemur þarna í 90 gráðu spennuafstöðu við Plútóin líka þannig að í rauninni er svona, myndi ég segja, ákveðin undiralda í spenningi og uppreist í okkur, fólkinu sem býr hér í landinu af því að við erum ósátt við hvernig stjórnvöld eru að stjórna og það þarf ekki annað en að lesa hérna uh, samfélagsmiðlana til þess að sjá að fólk er ekki hamingjusamt með það sem er að gerast í stjórnmálu hér á landi þessa dagana. Þannig að hérna, það er merkilegt út af fyrir sig. Í samstöðu við Marsin í Ljóni er plánetan Varúna og Varúna snýst mjög mikið sjálfræði og fá að ráða yfir sér sjálfur en ekki að það séu yfirvöld sem séu að stjórna okkur. Þannig að hérna þessi afstæða er hér á landi. Það sem ég líka tek eftir er að sól og tungl voru í samskiptamerkinu, þar segja, samskiptahúsinu því 7. og þar eru líka Eris og hérna Chiron og þau eru merki svona, hvað ég að segja, áföll eða annað þess að það sem ekki hafi verið gerð upp og þurf að gerast upp til að samfélagi geti haldið áfram að fungera og ef við erum að skoða þetta sem kort fyrir landið að þá er náttúrulega fullt af hlutum sem hefur gerst á undanförnum árum sem ekki hafa verið gerðir upp hér er byrjað að gera þá upp víða annars staðar en við höfum ekki gert þá upp hér á Íslandi og þetta eru áföll og þetta eru særindi og það er líka Eris er hérna uppreisnargjörn og hún er á 25 gráðum í rút þarna og hún er náttúrulega vill að málin séu leyst með réttlæti í huga. Þannig að væntanlega kraumar þetta undir yfirborðinu og getur síðan komið upp á yfirborðið mjög oft þegar að minnst varir sko. Við erum með hérna norðurnáðina í fiskum og norðurnáðan er í rauninni stefnan út í framtíðin okkar fyrir heildina. Þannig við erum að verða miklu næmari og við erum að skynja mun betur allt það sem er að gerast á innri sviðum sem við höfum ekki verið kannski að taka eftir áður og við erum náttúrulega að horfa á það að þessar dvergplánetur sem að ég hef verið að fjalla í stjörnukortunum mínum þær uppgötast ekki fyrir en í kringum árið, hérna, afsakið þetta, kringum árið, skal ég segja þér, 2000 og 2000 eða 2002 og hérna, og þá þegar það er uppgötast að þá, hérna, eru náttúrulega menn bara að gefa þeim einhverja tölu, þær eru að fá bara eitthvað númer og svo fá þeir nafn, þær eru alþjóðlegar, hérna, skal segja ykkur nefndir sem gefa þeim nafn.
En það sem að gerist núna, og þær eru nefndar mjög mikið eftir svona gömlum sköpunarguðum, en það sem þessar plánetur eru að gera, þær eru að koma utan úr víddinni sem er svo langt úti og þær eru að færa okkur í rauninni skynjun okkar svið ótakmarkara möguleika, þegar þetta kvantumsvið sem er búið að vera að tala í dálítið langan tíma en við höfum ekki alveg skilið og líka út af því að við erum búin að vera með Satúrnus í fiskum og Satúrnus í fiskum, hann er náttúrulega ef við horfum á Satúrnus sem að girðinguna eða ramman sem við sittum utanum okkur sjálf og Satúrnus hefur verið í fiskum núna í einhverja held ég 12 mánuði eða ég man ekki alveg nákvæmlega síðan hvenær, en þegar þú setur girðingastaura í vatn þá veistu hvað gerist, þeir síga og detta út á hliðina. Svo þessi gamli rammi, þessi takmörkun á því hvað við höfum skynjað er að hverfa og er að víkka og það gerist líka með áhrifunum sem er að koma inn frá sviði ótakmarkara möguleika. Þannig að við erum að skynja meira, við erum að skilja meira, við erum að fá stærri mynd af heiminum og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og víðar, sérstaklega á þeim miðlum sem eru ekki hinnir opinberu miðlar, það er að segja Reuters, fréttastofan og annað þess að þá erum við að fá alls konar upplýsingar heiminn sem við búum í, sem eru algjörlega á skjön við það sem við höfum hingað til verið meðvituð og sem gerir það að verkum að við sitjum bara eiginlega með gapandi munn og bara hvað er að gerast. En það sem er að gerast er það að þetta orkusvið er að hjálpa okkur núna bæði til þess að hækka tíðni okkar og eins til þess að skynja heiminn betur af því að við eigum rétt af því að fá að skynja hann betur. Og Júpíter er í tvíbura og Júpíter er náttúrulega þensla og vöxtur og Júpíter er að þenjast út í tvíburum, hann er að þenja út allar fréttir, allt það sem er að koma nýtt. Og Setna hún er eina af dvergplánetunum, hún er fremst í tvíburanum og hún er að hjálpa okkur að sleppa tökum á því gamla. Hún snýst það umbreytingu sem við erum að fara í gegnum, við erum að breytast á svo ótrúlegan hátt. Breytingin gerist auðvitað innra með okkur en hún er á flegi ferð í okkur öllum, hvort sem við erum meðvituð það eða ekki, út af því að það kemst engin hjá því að vera í hækkandi tíðni. Tíðnin hækkar, við erum hér á jörðinni, hvað gerist? Hefur áhrif á okkur á ýmsan hátt og mjög oft til að hvetja okkur til að halda áfram að vaxa og þroskast og það er náttúrulega það sem að lífið hér á jörðinni hefur snúist alveg bara frá upphafi. Þannig að við erum að fá mikið svona boost, að vera ýta í rassina á okkur, að gera eitthvað meira við þessa orku heldur við höfum verið að gera hingað til. Þannig að ég bara, mér datt bara í huga að grípa kortið og aðeins að kíkja á það. Það er líka mjög góð afstaða við við skal ég segja ykkur Neptúnus við Varúna, þannig að draumar okkar og langanir það hverju við viljum breyta og hvað við viljum gera öðruvísi eru mjög sterkar og öflugar núna. Það er 60 gráðu afstæða á milli Neptúnusa sem er á 1 gráðu í hrút og Setna sem er á 0 gráðum í tvíbura, þannig að draumar okkar og langanir og það sem við höfum verið að ganga með í maganum allt og lengi, það er að koma upp á yfirborðið og við erum að geta fengið leyfi til að láta það verða að raunveruleika ef við slöppum tökum á því gamla. Við verðum að hætta að vera í þessu gamla hugsanarmynstri sem við höfum verið alin upp í, sem miðast mjög mikið við takmarkanir vegna þess að á sviði ótakmarkara möguleika þá er allt hægt. Allt hægt. Og það sem ég langar til að bæta við bara rétt svona í restina er að stjörnukortin mín eru með 25% afslætti núna til 1. maí. Það er hægt að fara inn á guðrúnbergman.is og smella þar á stjörnukort, það er á aðalsíðunni, það er hægt að panta kort, skrifa niður í athugasemd hvenær þeir eru fædd, það er að segja hvað dag og klukkan hvað og hvar á landinu. Og stjörnukortin eru algjöru vegvísir. Ef fólk myndi skilja það, þá myndi það væri svo margt öðruvísi. Þau hjálpa mikið til. Kortin eru plain og einföld, líta svona út, en þeim fylgir örnámskeið
og á því örnámskeiði þá fer ég gegnum allt kortið með fólki og við skoðum uh, hvaða áhrif pláneturnar hafa verið að hafa og eru að hafa á líf fólks og hvernig hægt er að vinna með þær. En bara takk fyrir að hlusta, það er æðislegt og ég bara sendi kærleiku ljós.